Jæja. Við skulum fara að byrja. Fyrst ætla ég að bjóða ykkur velkomin á Bullseye árið 2023. Þetta gekk glimrandi í gær. Nokkur atriði sem ég ætla að benda á. Vatn er bara leiðilegt á keppnisvæði, ekkert annað. Heyrnartól nema þessu þetta nota til að heyra erulinn. Líka eins og ég sagði í Hafnarfirði, ég rek ekki Bullseye og stjórna ekki því hvort að annars sem ég keypti í Bónus eða Krónunni. Og pítsurnar eru bakaðar hér, ég er ekki að baka þær. Bend ykkur á að virða náungann, fara eftir reglum og þegar leikur er tapaður að sá sem tapaði skrifar næsta leik. Við skulum byrja. Á spjaldi 1 er það Tryggvi Þórhallsson á móti Daniel Ásgeir og það er Matthías sem skrifar. Á spjaldi 2 er það Viðar Valdimarsson á móti Kristni Arnari Sigurðssyni og það er Hallgrímur Hannesson sem skrifar. Á spjaldi 3 er það Stefán Björn Aðalsteinsson á móti Bjarka Ásgeirssyni og það er Karl Helgi Jónsson sem skrifar. Á spjaldi 4 er það Eiríkur Már Reynisson á móti Sigurði Smára Hanssyni og það er Jeremy Örn sem skrifar. Á spjaldi 5 er það Tómas Gauti Jóhannsson á móti Gylfa Steini Gunnarsyni og það er Kristján Sigurðsson sem skrifar. Á spjaldi 6 er það Sævar Þór Sævarsson á móti Ingvar Þór Hafdísarsyni og það er Brynjar Bergþórsson sem skrifar. Á spjaldi 7 er það Hallgrímur Egilsson á móti Gunnari Gunnarsyni og það er Hólmar Árnason sem skrifar. Á spjaldi 9 er það Pétur Rúrik Guðmundsson á móti Bótan og það er Óskar Jónsson sem skrifar. Á spjaldi Á spjaldi 24 er það Diljan á móti Sigurgeir og það er Atli Már Erlingsson sem skrifar. Spjaldi 24 er Svið. Á spjaldi 12 er það Hilmar Þór Hannesson á móti Björn Andra Ingólfssyni og það er Hörður Þór Guðjónsson sem skrifar. Á
Á spjaldi 13 er Róbert Hörmann á móti Halldóri Guðmundssyni og það er Atli Kolbeinn Atlason sem skrifar. Á spjaldi 14 er það Vítor Terúa á móti Atla Viðari Gunnarsinni og það er Eiður Eyjólfsson sem skrifar. Á spjaldi 17 er það Magnús Gunnlaugsson á móti Bjarka Guðvarðarsyni og það er Guðmundur Valur Sigurðsson sem skrifar. Á spjaldi 18 er það Guðjón Hauksson á móti Sigurður Björn Þórissyni og það er Lúkas Jónsson sem skrifar. Á spjaldi 19 er það Óskar Freyr Pétursson á móti Þorleifi Jóni Hreiðarssyni og það er Árni Ágúst Danielsson sem skrifar. Og stelpurnar eru á spjaldi 15 er það Oktavía Tara Helgadóttir á móti Söndru Dögg Guðlaugsdóttir, það er Ingibjörg sem skrifar. Á spjaldi 16 er það Svanhvít Helga Hammer á móti Berglindi Dögg Guðlaugsdóttir og það er Petra sem skrifar. Game on! Finnendur byrjar að bulla og búli gengur gegn. Evran byrjar að bulla, Evran í tölvu byrjar að bulla.
Hello. Por la resta. Ser uma grande. É grátis.
met 60. Je gaat met shirtje. Ook misschien wat dit. Dus daar leren het al misschien met erop. Ja, oké.
30. Þetta er 37.
그래? Jag ska... hade bildet in på Nie żyba. akkurat.
¿sabes? ¿Dónde es? Look like he's not here, so I'll just let down. I think you will. Yeah, I think so. Oh, really good. You start first on the boat. Yeah. Oh. Sure. Come on.
Good. Takk fyrir. Jón Brynjarsson. Jón Brynjarsson.
660. Yeah. Ja, oké. Tutaj. Tutaj. Ja denk wel.
Þetta var alveg turbo match. Ég veit þetta var öflugur drengur. Hvað var þetta? 10 mínútur? Stendur það þarna? Nei, það ekki. Jú, 10 mínútur.
last night. Sex og Ólafsson. Hann byrjar. Oh. Green. Solid. Frá 40.
One more time. Yeah. Við veitum að lappa frá, já við löpum skrifara með einhverja. Já, það er ekki. Bara gott að ákveða strax að menn sé ekki löpust eitthvað á þessu. Þeir hafa eitthvað verið að maður er ekki beintið. Hvað? Tappar þú? You look 3-1 up. Hvernig fórst það? 3-1 up. So that Hvað hérna, hvernig verður þetta? Alexander Bellington. Já, það var þú tilbúin að búin að það var eftir það. Já, það var eftir það. Ok. Right.
Ja, hoe vind je hem? Nee.
Kert á réttum stað. Tóti. Ætlaðist verið búin.
76 eftir. 86. Ja. Við var saman rólega með þetta skóla. Nei, ég náttúrulega öllu leikjanum við sem var ekki alveg.
gamli. Já, ég veit og við lendum saman, já. Já, það er víst. Ekki best að sjö þá? Nú veit ég ekki, sko. Jú, það er nú það. Ég er að koma að bara best að skrifa. Já. Það er best að sjö þegar maður fyrir þá. Jú, það er best að sjö. Þú sendir alltaf hérna í tölvunni, eins og hérna. Það er þá það sem við Já, það er það fyrir þá er ekki byrja. Og Vító byrjar að búna. Já. Taka svona 9 bílar og búla svo. Já, er það ekki svo? Já. 9 bílar og búlum svo. Ok. Tudo bem? Listo, ¿verdad? Posible. ¿Qué más?
Die voelen mij nog.
will need to go over this. Go on. Yeah, that's going to be interesting. Fuck it right up doing that. That does not look good. You didn't have Chris. Right, well, I would do, because for some bizarre reason they've decided to throw all the fucking beer barrels right in the way of everything that the film crew comes. That was the boss. Is that who he is? Younger, big way, taller than me, grey hair, thin, looks stressed a lot. Yeah. Yeah, that'd be the boss. That'd be him. He doesn't like you talking to the boss. Right. I think it's probably the boss. You always get it. Yeah. Who's the boss? Who's the boss? He has a place not so far. Yeah, yeah. Oh yeah. What we're expecting. Good channel. Yeah, everything we just over there. No, no, no. I remember the first time I met him. He was like, Yeah, he was moving on barrels from here. yeah, well, of course he's now clogged it all up. What can I do for you? Not a lot at the moment, because basically I'm not going to touch this shit. I was going to put this stuff away. I have to change that board, clean everything else up, and then do that. And unfortunately, I can't get anywhere near the crap. Okay. So don't touch it. Well, don't say I didn't have to have No. The simple reason is when Stir turn up, see all these tables, Yeah. and all this, Yeah, and oh, they need to use all of it. So I'm going to let them make the phone calls. Because this is, he was here just getting that organised. I didn't even know they were going to do this today. This would all be like, you know, the advertising shit. Yeah, I could. We were thinking to Dr. Body because he works the computers at the front. Yes, he was coming in. What did we book though? Yeah. Yeah. Right, Fair so, deal. hello. He's one of the reasons why I came to work. Because you want to work with somebody who works. Oh yeah, he put the station where he could. At least he's finished up his back. I can do some more than shit all about this. Yeah, we'll do that. Right, so these Oh, you probably got to set up some tonight then. Well, either that or he's running the day.
shows up as something